gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Komið sæl og verið velkomin aftur hér á Rauðaborðinu. Hjá mér hetja dagsins, mætti segja, ein af þeim. Það hún Freyja Kjartansdóttir, hún frá samtökunum Dýrfinnu sem stóðu í ströngu núna í morgun. Vertu velkomin, Freyja. Já, takk. Hvað segirðu, hvað gekk á í morgun og bara núna síðustu daga, hvað ertu búin að vera að gera? Síðasta 1,5 sólarhring þá erum við bara búin að taka á móti upplýsingum hvarfið á Diego eða brottnámið á Diego. Já, þannig að þetta var brottnám, sem sagt. Já, sko manneskjan gengur inn í A4 og tekur köttinn og strax aftur út, þannig að hún gekk á honum vísum. Já, og hvað, hérna, ég meina hvernig, bara svo við byrjum á byrjuninni kannski bara, hvað Dýrfinna? Dýrfinna, við erum samtök sem að sérhæfum okkur í því að koma týndum dýrum heim. Já. Og við erum svona mest í hundunum, sko, með leitir. En það alveg svona stök mál sem við förum að leita af kísum eða það eitthvað sérstakt, eða það slys á ketti eða köttur fer frá kettlingum eða eins og svona, hann bara stólið og vitni að því, sko. Já, og þið eru sjálfboðaliðar? Við erum alla sjálfboðaliðar. Og sko stór hópur og okkar sjálfboðaliðum bara almenningur sem við köllum til, þegar þið þurfum á hjálp. Já, hérna. Og hvernig flækist maður inn í svona félagskap? Í gegnum gæludýrasíðurnar. Þegar við erum inn á hundasamfélaginu og kattasamfélaginu og setjum inn svona neyðaróp ef að þarf á því að halda. Já, og mikið að gera? Stanslaust. Við erum í þessu allan daginn, margar. Við erum núna 5 á landinu, semst í sko grunninum á Dýrfinnu, en svo eru náttúrulega sjálfboðaliðar leið að við hófum á þá. Já, og svo við hérna skiljum kannski að þess að atburðarás, það þessi köttur, þessi frægi köttur, Diego, sem numinn og brott, þarna úr versluninni A4, þar sem hann hann á eitthvað skona sæti, eða það ekki? Hann á rúm. Hann á rúm þarna, já rúm og í fyrirtækjunum í kring. Hann mest sko í A4 og Hagkaup, þar svona hans heimastöðvar, en hann kíkir náttúrulega á alla búðir hann í kring og svo Súgi umboðið til dæmis, hann var mættur þar áðan. Já, bara strax. Já, hann fór bara beint frá lögreglustöðinni hérna eftir hvað ég segja, handtökuna. Já. Á honum. Já. Þá fór hann heim til sín og borðaði og fór strax aftur út. Já, bara alveg til í næsta ævintýri. Það ekkert hægt að halda þessum ketti heima, sko. En hvernig hérna, og þetta gerist sem sagt, hvað, á sunnudagskvöldið? Já, ég veit ekki hvað dagur. Ég búin að vaka í alla nótt að taka móti skilabóðum. Já, ok. Þriðjudagur. Það þriðjudagur. Já. Þetta gerist á, sunnudagskvöldinu. Já. Og það eitthvað sem að sér manneskju þannig að taka köttinn. Já. Og hún, sem sagt, lætur hún ykkur vita eða hvernig gerist hérna? Hvernig fáið þetta mál í hendurnar? Það kemur innlegg inn á Spottaði Diego frá stúlku sem að sér viðkomandi meðan í strætó. Já, Spottaði Diego Facebook-hópur. Já, hann var Facebook-hópur sem tilengaður honum. Hann náttúrulega celeb. Þetta stórstjarna. Þetta stórstjarna og eign allra landsmanna heyrist mér. Já, mér skildist það svona þegar ég var að renna hana yfir skilabóðin frá almenningi. Fólk virtist bara alls konar fólk að eiga myndir af honum, ekki bara á Íslandi. Það var bara heilmargt fólk frá, það var einhver frá Finnlandi, einhver frá Bandaríkjunum, Bretland og Hollandi sá ég, sem áttu myndir af Diego og sendu kveðju inn á síðuna. Kveðjur og bara bæna, ringir og allt, sko. Já, og þetta, þið fáðu þetta upp í hendurnar hann í gegnum þessa síðu og hver svo atburðarásin? Ég meina, hvað gerist? Það sko, þetta byrjar á því að ég hringi í vin minn sem svona, kunningi, sem í undirheimunum til þess að bara lýsa manneskjunni og hvar viðkomandi fer út úr strætó og hann kemur með nafn og þá förum við að beina athyglinni að þessari téðu manneskju og svo koma fleiri ábendingar seinna daginn sömu manneskju frá öðrum aðilum. Já. Þannig að við vissum náttúrulega aldrei 100% að kötturinn væri þarna inni en síðan þegar við töluðum við lögregluna eigandinn talaði við lögregluna í gær þá gátu þeir ekkert gert, þá náttúrulega takmarka fólk á vaktinni svona á næturnar. En í morgun þá gátu við sendt lögreglunni mynd af okkar grunuðu mannesku. Já.
og þeir staðfestu að þetta væri sammanneskinn á upptöku myndbandinu. Já. Og þá komu 4 lögreglumenn og fóru inn fyrir okkur. Já, hérna. Og hvernig var ykkur tekið? Ég meina, hver var aðkoman þannig? Er þetta eitthvað sem að bara stundar þetta eða var það bara... Vonandi ekki. Eða var þetta bara eitthvað miskilingur eða? Nei, hún, sko, manneskjan ekki alveg heil á geði fyrir að fyrsta. Þú veist, þannig að það voru bara svona erfiðleikar? Já, og bara dómgreindaleysi. Þannig að það á ekkert að vera áreita þessa manneskju neitt. Nei, auðvitað. En maður sér að fólki var algjörlega tilbúið til þess að taka lögin í sínar eigin hendur. Ég sá bara Anna Lúkasa máli uppsveiflu, sko. Já, var það ekki? Það var svona mín tilfinning líka. Ég veit að blásaklaus maður í Skipholti sem að sá alveg kött, setti inn innlegga og spottaði Diego og hann fekk bara áreiti og hann neyddist til þess að loka Facebook-síðunni sinni. Já, bara vegna þess að fólk... Þau áætluðu bara að þetta væri hann sem að væri með köttin af því að hann orðaði bara setninguna sem hann sett inn ekki alveg eins og á að gera. Já, einmitt. Það var eitthvað svona gríntónn í honum og eitthvað. En sá maður greið, hann var bara komið ábendingu og eigandinn og Diego fór tvívegis aðtuga á þessum stað og sá hver ekki kött. Nei. Og þetta verður auðvitað fengið á eigendurnar, en hvernig er tilfinningin að skila honum svo heim? Heru, það var bara yndislegt. Við vorum ekki allar á staðnum, sko, við vorum live á Messenger, þannig að við vorum allar en samt bara ein fyrir okkar hönd. Já. En það við báðum, sko, að eigandinn baði lögreglunum að segja ekkert þetta strax og ekki við heldur fyrir að börnin og heimilinu væri búin að fá að hitta hann. Já, en auðvitað. Það var svona forgangurinn. Já. En svo þegar Diego náttúrulega hljópar strax út þegar hann var búin að fá sér að borða þá urðum við að setja post strax í lofti áður en að fólk væri að hringja okkur og segja að hann væri ekki týndur, hann væri bara í skefinni. Já, en hvernig, nú sagður mér áðan að síminn hefur ekki stoppað hjá Dýrfinnu. Nei. Og hann gerir það nú bara almennt séð ekki, það er mikið að gera hjá okkur. Já. Og er fólki svona umhugað dýravelferð á Íslandi? Já, og sko það mætti alveg, sko allir týndir kettir fá sömu athygli og Diego. Okkur þykir náttúrulega alltaf leitt að sjá að einn fær meira athygli en aðrir en við sjálfar erum með góðar mannesku sem að leita af kísum dag og nótt. Þó að það viti enginn af þeim og það er ekkert alltaf að vera tilkynna, við erum að leita af honum grumma klukkan 5 á nóttu. Já. En það er einhvern veginn svo að því að Diego almenningseign og allir þekkja hann og allir klappa honum, að þá var miklu meira svona athygli sem hann fekk. Einmitt. Og þar að leiðandi þá voru augu allstaðar opin, það þekki allir Diego. Já. Og sko, þegar maður fer í svona aðstæður, svona eins og til dæmis í morgun og það sem þetta voru náttúrulega óvenjulegar aðstæður, kannski. Mjög. Þið lendi væntanlega ekki mikið í svona dýra þjófnaði, eða? Nei, ég man ekki eftir neinu svona stóru máli, sko, en það hefur komið upp með hunda, en það er yfirleitt bara hjónaskilnaður og fílupúkalæti þar á bakvið, sko. Já. Og þannig að þið sitið ykkur alveg í þá miðju. Er þetta ekkert hættulegt starf? Sko, að sjálfsögðu myndum við aldrei stofna okkur í hættu. En þannig að ef það er ástæði til þá höfum við beðið lögreglum að koma og hjálpa okkur. Já. Og þeir hafa svona yfirleitt haft tíma til þess að sinna því. En sem betur fyrir þá nú hægt að telja það bara annari hendi, sko. Já. Ég sá að þið fenguð, lögreglan sendi ykkur fallega kveðju á Facebook í dag og já, og bara hvatti til dáða, talaði ykkur sem hetjur og bara mjög mikilvæg félagasamtök. En hvernig gengur þetta upp? Hvernig er hægt að styrkja Dýrfinnu? Eða? Það er hægt að styrkja Dýrfinnu, en við höfum hingað til bara borgað bensín og allt svona sjálfar úr eigin vasa, en tækjabúnaður og búr og alls konar svona hlutir. Það notum við styrktaféð. Já, og ég meina, nú mörg gæludýr á Íslandi. Hvað er svona skrýtnasta dýri sem að þú hefur eitthvað tíma lent í að bara, bjarga, ég veit ekki. Þegar við fórum inn í Grindavík að sækja all gæludýrin, þá þurftum við að ná í eina rækju. Við þurftum að sækja rækju. Vá! Já, og blóm, og eigandinn bað okkur fyrst við værum að fara að sækja rækju og eitthvað inn í hús til hans, hvort það geti, eða ekki ég heldur, viðkomandi geti kippt pottablómunans með. Og gælurækju? Og gælurækjunni, já. Á fólk gælurækjur? Ja, þessi aðili, já. Já, það hefði ég meina rýmundum mér, en það er bara svo sem ekkert verra dýr en hver annur. Nei, ég veit ekki alveg hvað líftímin á rækjum er, en hún var allavega ekkert dvergvaxin, sko.
Þetta var bara stór rækja. Þetta er bara svo gullfiskur. Já, hérna. Það eru ótrúlega verkefni sem að... En pottablómið var frá Serbíu. Já, þetta var Hann kom með þetta blóm frá Serbíu. Og kannski svona, já, og rækjunni hefur þótt að kannski heimilislegt að hafa nálægt. Það var eitthvað, það var allavega blómið skiptan mjög miklu máli. Við vorum ekkert að bjarga, það var reyndar einn sem bað okkur að sækja jólabaksturinn sinn. Já. En við náttúrulega gátum það ekki. Nei. En fyrst við vorum að ná í þessa rækju, þá tókum við blómið með. Já, og það má segja, þið eru bara, ég meina þetta er bara orðin björgunarsveit fyrir dýr. Hún er það í rauninni, sko. Já. Alveg. En svo náttúrulega ef það eru, sko, alvöru svona hættulegar aðstæður eins og þegar við höfum fengið björgunarsveitin til að hjálpa okkur að klífa kletta og síga honni í hólur. Þú veist, við myndum aldrei gera það. Nei. Þannig að björgunarsveitin hefur líka hjálpað okkur þegar þeir hafa tíma. Þeir skellast upp í æfingar. Já, hérna. Þannig að þetta er miklu meiri og svona víðtækari starfsemi heldur en að ég ætla að gera mig grein fyrir. Við erum með sko vina á öllum stöðum. Já, það er greinilegt. Það vantar kafara til þess að kafa, þeir eru komnir. Já, hérna. Straumfræðing, eða svona straumsérfræðingar frá skátunum, þeir hafa mætt og hjálpa okkur að meila strauma í vötnum þar sem hundur fór ofan í og týndist. Þetta er ekkert smáræði. Nei, og bara kafari, braut upp ísinn og leitaði af hundinum. Já, hérna. Allt sjálfboða fólk. Já, það er nefnilega svo magnað hvernig svona sjálfboðaliðar þeir leggja sig fram við að gera samfélagi betra. Já, það eru dýravinir í öllum skúfum eins og maður segir. Já, og hvað ykkur hefur væntanlega borist mikið af svona aðstoðarbeiðnum, fólk sem var tilbúið til að fara út að leita? Já, fullt af fólk sem bauðst þess að banka upp á öll húsi í vissum götum en það náttúrulega má bara ekki. Nei. Og sérstaklega að því að þetta var lögreglumál með Diego, þetta var rosalega viðkvæmt á tímabili. Þá var komin þessi samsæriskenningar hugur í fólk, sko. Þannig að... Já, ég sá að það var einhver annar köttur sem var hann týndur og það var svona... Já, og Fília, hún fannst. Það voru hundar sem óðu í hana, þannig að hún stakk af og faldi sig. En hún er mætt á sína vakt á Laugaveginum. Já, þetta er svona vaktkettir. Já. Þetta er skemmtilegt. Ég sá að það voru margir sem töluðu að þú veist, hugsalega var þetta einhver útlendingur að því að þú veist... Við elskum útlendinga. Já, þetta er þetta duglegasta fólkin sem hjálpar. Já, að þetta væri einmitt að því að lausaganga katta væri kannski ekki jafn tíð erlendis og hér. Já, en Diego, hann er sko engin lausaköttur, ég held að viti það flestir. Já, allavega núna. Já, núna, já. En hvað er svona framundan hjá dýrfinnu? Þú ætlaði væntanlega að fara heim að leggja þig? Nei, það eru fleiri týndi kettir. Það eru fleiri týndi kettir. Já, við leggjum okkur aldrei. Nei, við skiptumst á. Bara svona, þú veist, bara svona kannski upp á fjölda, hvað eru það að taka við mörgum svona verkefnum á dag bara? Eða á viku? Sko á dag koma allavega lágmark 5 beiðinir inn til okkar en við bendum fólki alltaf á að auglýsa kisunarinn á kattasamfélaginu og kattaskráni. Það er náttúrulega samstarf með okkur og kattaskráni og það er nær svona mest athyglinni við kattavini. En þetta er alveg bara sorglega mikið af kísum sem er að týnast. Já. En svo náttúrulega eru hundarnir, það er auðveldar að tækla það, þeir eru á hlaupum og meðan kettirni fela sig. Já, einmitt. Og ég meina, þegar maður fer og reynir að einhvern veginn svona handsama hund sem að er á flótta, er það ekkert hættulegt til dæmis? Það getur verið það, sko. Maður verður að passa sig að sturlan ekki úr hræðslu við að hlaupa eftir hún, þá má aldrei hlaupa eftir týndum hundi. Nei. Þannig að það er bara stopp, drop og play clown, eins og maður segir. Það er bara að henda sig í jörðina og leika trúð og láta hann vera forvitin að koma. Já. Og það hefur ég þurft að gera það, sko. Kasta mér í snjóinn og rúlla mér eins og að vera kviknað í mér. Hann kom. Hann kom? Já, hann kom. Og hvað, þegar maður er í svona dýrabjörgunarsveit, er maður alltaf með svona hundanam í vasanum? Alltaf. Alltaf. Ég var að koma frá Tenerife fyrir nokkrum dögum síðan og ég fann fullt af hundanami í fötunum mínum þegar ég var úti og í töskunni minni, mittistöskunni.
Þannig ég gaf bara einhverjum hundum það út Tenerife. Já, þannig að, því að í staðan fyrir að hafa bara vopni eða einhvers konar svona, hvað ég að segja, svona hluti til handtöku eða þannig. Já, við erum alltaf með tístur og með kísunar, við erum alltaf með kattnipp og svona valerian til þess að lokka ketti. Já, þannig að þeir eru meiri svona stuð. Já, við erum alltaf með svona töskur á okkur með alls konar hjálpatækjum. Já. Herri, þetta dásalegt, en Diego hann er komin til síns heima. Já, og farin aftur í skefina. Já, og við eigum eflaust eftir að sjá myndir af honum núna á internetinu. Ég get sagt að hérna svona Facebook hérna feedið mitt, svo ég sletti nú, það var gjörsamlega teppalagt af myndum af Diego í núna síðustu daga. Já. Og ég held að það hérna eigi við fleiri, nú hérna á ég ekki kött, en ég bara sannarlega líður eins og ég eigi hluti í þessum núna með þjóðinni. Já, þetta er bara álíka eins og einhver að vera að stela bronsstyttunni fyrir utan Hallgrímskirkju. Já. Það er bara búið að taka Diego og... Já, en hvað hérna kannski bara svona að lokum er eitthvað skilabóð sem vill kannski koma til almennings hvernig það eigi kannski mögulega að hérna haga sér í svona aðstæðum framvegis og líka ef einhver vill vera leggja ykkur lið og vera partur af samtökunum, hvernig er best að ná ykkur? Það er hægt að fylgjast með inn á Dýrfinnum síðunni, við setjum alltaf auglýsingar þar, sérstaklega það eru týndir hundar. Það er bara í stökum tilfellum sem við setjum kísuauglýsingar þar inn, enda kattaskráin og kattasamfélagi mjög öflugt. Er það dyrfinna.is? Já, bara Dýrfinna á Facebook. Já. Það við setjum allar auglýsingar inn á Facebook. Þetta mjög öflugur miðill, sko. Og þegar við óskum eftir sjálfboðaliðum þá hérna gefur fólk sér fram og við setjum það inn á svona leitaspjall. Já. Og með kísurnar, ef það eru týnda kísur, ef þú sérði eitthvað staðar ef þú býrð á Skólavörðustígnum og sérði að það er týndu köttur í kringu Skólavörðustíg, þá þú veist, gefðu þér 5 mínútur til þess að kíkja í skúrana hjá þér undir pallin, bara útiloka hann sé ekki í garðinum með þér. Það myndi hjálpa rosalega. Já. Þannig að geta allir verið partur af dýrasamfélaginu og dýrfinnu. Þetta er svo góð laun í hjartað þegar maður finnir dýr. Já, og kannski, og fólk kannski líka haldi að sér höndum þá, eða hérna, með öll frekari inngrip, svona áður en að... Já, sérstaklega eru hundar á hlaupum. Þá sko ekki reyna að keyra á eftir þeim eða hlaupa á eftir þeim, að frekar þá að setja strax inn auglýsingu og láta vita. Já, herðu þetta. Og hafa auga með honum. Já, einmitt. Herri, þakka kærlega fyrir að koma hérna þetta var svona stundmilli stríða. Já. Hérna, og ég ætla að hleypa þér út að halda áfram með daginn. Kalla kískis. Já, og kalla kískis. Þáka til að næsti týndi hundur kemur á skrá. Já, hérna. Takk kærlega fyrir að koma til okkar, Freyja, og gangi bara vel með framhaldið. Og takk fyrir að bjarga Diego. Bara minnsta málið. Bara takk almenningur fyrir að koma ábendingar hvar hann var. Og hér skulum við þá setja endapunkt, en ekki algjörn endapunkt, en bara hérna því að það er meira hér handa við hotnið. Allt það besta er ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Það er komin tími á aukna samkennd. Hinn eina sanna breyting er sósíalismi.